Hérna á Siglufirði fyllist alltaf ferðamönnum á sumrin. Legg ekki vel flestir leið sína hingað til ykkar? Jú, já, það ætla ég minnst rétt að vona. Ég held það og reyndar Síldarminjasafnið kannski eitt aðal aðdráttarafli fyrir komu ferðamanna. Júní var metmánuður og já, 40% fjölgun gesta í júnímánuði. Og núna það sem að vera í júlí held ég að sé ekki síðra en í fyrra sem að held ég hafi verið met júlímánuður. Er þetta eitthvað sem búið að vera að aukast jafnt og þétt síðust ár? Já, það má segja það. En reyndar, já, það er svona stað í stað, það var þessi mikla fjölgun eftir að nýju jarðgöngin, Héðinsfjarðargöng voru opnuð. Það fjölgaði gestum 60% en þetta svona staðið hér í stað, svona nálægt 20.000 en sko þess stóra stökki varð svo mikið að við bara erum ánægð með þessa stöð en auðvitað stefnum við að enn frekari fjölgun og vonum að það 20.000 gesta múrin verði rofin núna í sumar en það hefur svona verið við rétt undir sko að vanta að fá inn gesti 3 ár á 3 árum til þess að ná 20.000. Já, og það eru bæði Íslendingar og útlendingar? Já, og sérstaklega útlendingar þeim fjölgar. Það sko mjög áhugavert. Við sjáum sko, við erum aðeins með í þessari landsþróun. Getur aðeins sagt mér frá því svona hvað helst á döfinni hjá okkur eins og í sumar? Já, það náttúrulega erum við með fastar sýningar hérna í 3 húsum. Það hér í Bátahúsinu, þar sem það höfnin, svo það næsta hús verksmiðjan, Síldarverksmiðjan og svo aftur Söltunarstöðin í Rófaldsbrekka gamla. Þetta svona, í þessum stóru húsum grunnsýningar safnsins. En í vor þá opnuðum við nýja sýningu í jarðaskemmu sem inn af Gránu, sem settu verksmiðjuhúsinu og þar rafmagninu gerð skil, raforkuframleiðslunni í þágu síldariðnaðarins sem gríðarleg saga og merkileg að segja og þetta heilmikil sýning sem við opnum með pomp og prakt á menningarminjadegi Evrópu í samvinnu við Minjastofnun og þennan Evrópudag. En að auki þá erum við að gera upp hérna fornt pakkhús, salthúsið sem sko orðið allþekkt að við tókum og fluttum frá Akureyri sjóleiðis í fyrra í 2 ferðum, gamalt pakkhús sem í sinni 3. eða 4. siglingu yfir hafið sko líklegast orðið víðförulasta hús í heimi. Já. Og það á uppruna sinn á Hvíthafsströnd Rússlands og var þar hluti hvalstöðvar í eigu Rússlandskeisara Alexanders I eða annars eða eitthvað slíks. Og hérna núna komið hingað sem geymslu og sýningarhús safnsins væntanlega eftir ákveðna viðgerð sem kannski tekur mörg ár. Og þetta stendur yfir núna, þetta hlýtur að vera alveg svakalega stórt verkefni og mikla framkvæmdir sem þessu fylgja. Já, þetta gríðarlega stórt verkefni og þetta svo stórt hús á 2 hæðum og hérna mjög áhugavert af því að húsið ber með sér aldurinn sko og aldur og fyrri störf og það alveg gríðarlega mikil vinna þarna sem framundan og líka að baki og vandasöm og dýr. Já. Mjög spennandi. En rafmagnssýningin nýjasta viðbótin, reiknar með því að þið bætið meira við ykkur á næstunni? Já, við unnum að þessari nýju sýningu raforkunar frá janúar, átti svo sem margra ára aðdraganda, en okkur tókst að ljúka þessu frá áramótum og fram til 20. júní og
og með sama hætti held ég að við munum taka byrjun næsta árs í frystihúsi, síldarfrystihúsi sem við eigum hér á staðnum, eða það að segja véla hluta þess, frystivéla salinn og allt sem að því tilheyrir og okkur takist, ég vona það og við stefnum að því að ljúka þeirri sýningu og opna það næsta vor. Þetta er líklegast elsta frystivéla samstæða í landinu og jável svo fyrsta sem kom til landsins sem að safnið á þarna. Og svo eru það að fara erlendis, segðu mér frá því. Já, það er hérna nýr útflutningur sem að Síldarminjasafnið stendur að, má segja, svona í gamni. Það er þessi gamalgróna síldarsöltun okkar eða söltunarsýning sem hefur átt, já við höfum boðið upp á hér á safninu í 20 ár eða lengur og hefur einkennt dálítið safnstarfið, þessar lifandi sýningar síldarsöltunar með músík og dansi á bryggjunni sem hefur dregið að gríðarlegan fjölda fólks. Ég held að bara sú sýning hafi út af fyrir sig sem sé verið aðdráttarafl og eitt af helstu einkennum safnsins til þess að vera svona lifandi safn eins og er kallað. En þetta hefur mælst svo vel fyrir að fyrir 2 árum var þessum söltunarhópi sem að vinnur að þessu í samvinnu við safnið, boðið á siglingahátíð í Karlskrona í Svíþjóð og það mæltist en vel fyrir og núna á öðru ári síðan er önnur norræn siglingahátíð á Álandseyjum, Maríuhöfn á Álandseyjum og enn var hópnum boðið að koma og sýna síldarsöltun innan 5 sýningar í 2 eða 3 daga og með sína músík og dans á bryggjunni. Þannig að þetta er að verða ný útflutningsgrein hérna frá Siglufirði. Og hvað eru þið mörg sem farið hérna frá safninu? Þau eru núna að koma til Maríuhafnar miðjan dag í dag og þau eru held ég 7 eða 8. Leikarar, músíkant og svo fararstjórinn Anita Ellefsen, rekstrarstjóri safnsins. Er mikið að söfn sé að taka þátt í svona siglingadögum, veistu það? Ég held nú ekki. Þetta er nú fyrst og fremst siglingaklúbbar og áhugamenn siglingar sem eru í þessu, eru þáttakandir í þessum hátíðum. En eitthvað, senda sjálfsagt söfn skip sín ef þau eiga sjófærskip. En aftur söfn á viðkomandi stöðum eru fullir og virkir þáttakendur í þessum hátíðum.